Komiði sæl, ég heiti Anna María Gunnarsdóttir. Ég framhaldsskólakennari til margra ára en nú stundir starfa ég sem varaformaður Kennarasambands Íslands. Fyrir að verða 3 árum þá fékk ég námsorlof úr starfi mínu sem íslenskukennari í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Árin fyrir það hafði ég tekið 1 og 1 kúrs í háskóla og ákvaða að verja þessu námsorlofi mínu til að gera meistararannsókn. Ástæðan fyrir því að ég valdi akkúrat þetta efni var að ég hafði í nokkur ár verið formaður skólamálunefndar félags framhaldsskólakennara og tekið þátt í ýmsum opinberum verkefnum sem fulltrúi kennara og þannig kynnst ýmsum frábærum verkefnum og stefnum og fyrirætlunum sem mér fannst ég svo ekki sjá verða veruleika út í skólastarfinu. En að efninu, rannsóknin mín ber hið þjála og gegnsæja nafn stefnumótun starfsþróun framhaldsskólakennara. Hvað undirtitilinn varðar er hann sóttur í skýringa með frumvarpi til laga menntaskóla frá árinu 1968. En þar kemur fram sú skoðun að kennara þurfi sífellt að bæta við þekkingu sína. Þó fróm væru dugðu þessi ummæli ekki til að koma frumvarpinu í gegnum Alþingi en þar var gert ráð fyrir að kennara þyrfti að bæta við sig námi í háskóla 3 ára fresti. En snúum okkur að rannsóknin sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag. Þar skoði ég hvað hefur ráðið þróun íslenska framhaldsskólakerfisins síðustu ríflega 30 ár og starfsþróun framhaldsskólakennara. Rannsóknin var unnin með Atla Harðarson sem leiðbeinanda og kann ég honum bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn. Tímabilið sem rannsakað var hefst þegar fyrstu lögin sem fjölluðu framhaldsskólan sem eina heild voru sett árið 1986. Með rannsókninni vonast ég til þess að setja starfsþróunarmál framhaldsskólakennara í stærra samhengi en hingað til. Og rannsóknarspurningin er hvað samband er milli starfsþróunar framhaldsskólakennara og opinberar stefnu skólaþróun. Málin er ekki einföld og margt þarf að taka með í reikningin. Ef við gera grein fyrir skólaþróun hlýtur það alltaf að vera gert að einhverju leyti með sögulegum hætti. Því var farin svo leið að fjalla tilurð íslenska framhaldsskólakerfisins og framhaldsskólakennarastarfsins í sögulegu ljósi. Þá var dregið fram hvað liggur að baki fagmennsku stéttarinnar og hvernig starfsþróun hefur verið háttað. Eins fjallaði ég helstu atriði sem mótað hafa menntastefnu framhaldsskólan og hvernig starfs framhaldsskólakennarans hefur breyst í takt við breytt samfélag. Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað tilurð íslenska framhaldsskólakerfisins sem þróaðist á löngum tíma og á sér margs konar rætur. Í framhaldsskólanum renna saman skólagerðir sem nú eru löngu horfnar sem dæmi má nefna þær sem hér eru taldar upp. Starf framhaldsskólakennarans þróaðist með svipuðum hætti. Kennarar komu úr ýmsum áttum og hafa mismunandi þarfir til að halda sér við í starfi og mismunandi viðhorf til starfsins. Og vegna þess hvernig stétt framhaldsskólakennara var til og hvernig menntun þeirra snýst fagvitun þeirra að miklu leyti kennslu í sinni eigin grein. Kennarar eru hluti af menntakerfi sem margt hefur áhrif á og margir vilja hafa áhrif á. Stjórnkerfið, menntamálayfirvöld, atvinnulífið, fjölskyldurnar, skólastjórnendur, nemendur, allir hafa sína hagsmuni og óska eftir að menntakerfið taki tillit til þeirra þarfa. Sterk rök mæla með því að breyta þessu og líka með því að gera það í nánu samstarfi við kennarana, þannig breytingarnar verði þeim sjálfum keppikefli, því umbreytingar sem þeir hafa ekki áhuga á ná lítið ekki fram að ganga. Þegar ég fjallaði fræðilega skólakerfi nútímans og þróun þess var leitað í smiðju þessara fræðimanna sem eru nefndir þarna á glærunni. Það reyni ég að færa rök fyrir því að nútíma hugmyndur kennaran sem fræðimann sem partur af lærdómssamfélagi, þar sem menn deila væntingum og viðhorfum en umfram allt vinna saman frá því
og eru nátengdar hugmyndum Deweys frá því upphafi 20. aldar sem hélt því fram að menntavísindi yrðu ekki aðeins til hjá vísindamönnum við háskóla, heldur einnig á vettvangi hjá kennurunum sjálfum og mikilvægt væri að þeir hefðu stjórn á vinnu sinni. Kennarar þurfa að geta tekist á við fjölbreytt verkefni sem ekki einungis byggjast á mikilli þekkingu í sinni fræðigrein, heldur einnig með öðrum að sameiginlegum markmiðum, nefnilega þeim að menntun hvers einstaklings verði eins og best á kosið. Og aftur rímar þetta mjög á það sem Dewey sagði vinnustaðalýðræði. Og þá erum við komin að rannsókninni sjálfri og aðferðafræðinni sem þar var beitt. Eins og áður sagði var sjónum beint að hugmyndum yfirvalda starfsþróun og hvaða samband milli starfsþróunar kennara og opinberrar stefnu skólaþróun. Það sem ég gerði var að ég leitaði uppi opinber skjöl frá tímabilinu 1986 til 2019 sem fjöllu framhaldsskólastigið, bæði opinberum skjölum og svo stefnumarkandi skjölum frá kennurunum sjálfum, kjarasamningum og skólastefnum. Og afraksturinn varð 51 skjal, lög, reglugerðir, skýrslur og opinber stefnumótunarskjöl, auk kjarasamning og skólastefna frá félagi framhaldsskólakennara og KÍ. Skjölin má segja að séð fernum toga. Fyrsta flokknum tilheyra 8 skjöl sem eru tölusett í viðauka frá númer 1 til 8. Þetta lög, lagafrumvarp og þingsályktanir. Í öðrum flokknum eru 12 skjöl sem eru tölusett frá 9 til 20. Þau skjöl eru reglugerðir og aðalnámskrár sem tengjast framhaldsskólastiginu. Þá kemur þriðji flokkurinn en til hans teljast 15 skjöl. Þau eru öll upprunnin í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Skjölin tengjast stefnumótun í málefnum framhaldsskólans og eru flest að stofni til ýmiss konar stefnur sem tengjast framhaldsskólastiginu. Í fjórða og síðasta flokknum eru 16 skjöl. Þau tengjast stefnumótun Kennarasambands Íslands, félagi framhaldsskólakennara og hinu íslenska kennarafélagi starfsþróun framhaldsskólakennara og eins fjalla í þann flokk kjarasamningar KÍ fyrir framhaldsskólakennara. Rétt þó að taka fram að kjarasamningar voru ekki greindir í heild, heldur aðeins þau ákvæði þeirra sem snertu vinnutíma og endurmenntun eða starfsþróun og vinnutíma tengdum þeim þáttum. Og svo settist ég niður við að greina og túlka og skoða þessi skjöl í sögulegu samhengi. Við greininguna voru notaðar aðferðir hugvísinda og athyglinni beint að tilurð skjalana og skjölunum sjálfum, fyrst horft á þau í heild og svo einstaka þætti þeirra. Einnig voru aðferðið orðræðugreiningar hafðar til hliðsjónar og skjölin öll lesin yfir út frá nokkrum spurningum. Skoða var hvaða viðhorf til starfsþróunar og endurmenntunar kom fram og eins hvaða menntapólitíska afstaða kom fram og hvað mætti finna í skjalinu starfsþróun framhaldsskólakennara. Eins var leitað að þrástefjum og því sem ég kalla þráþagnir. Að síðust var reynt að meta hvort skjalið hefði haft einhver áhrif á starfsþróun framhaldsskólakennara. Leitað var bæði eftir þeim sem lágu ljóst fyrir en einnig þeim átökum sem fóru leynt. Og þá ég nú vonandi að koma mér að fikra mig í átt að niðurstöðunum. En nú ætla ég að reyna að draga saman helstu niðurstöður í nokkrum orðum og sýna þróunina á stefnumótun, pólitísk viðhorf og átakapunkta á 3 tímabilum. Þegar niðurstöður voru dregnar saman var það gert með þeim hætti að skipta þessum næstum 35 ára kafla sem ég skoðaði upp í 3. Tímabilaskiptingin var með þeim hætti sem hér greinir. Og hérna má sjá hvernig stefnumótun og pólitísk viðhorf til og framhaldsskólan breytast. Efri parturinn sýnir þróun í opinberum skjölum en sá rauði í skólastefnum og kjarasamningum kennara. Og þið sjáu það að hverju tímabili hef ég gefið titil sem að ég tel draga fram svona það sem er hæst á baugi á því tímabili. Á fyrsta tímabilinu fjallað framhaldsskólan sem eina heild. Það mikil áhersla þar á upplýsingatækni og lögð áhersla á að kennarinn sé sérfræðingur í sinni grein. Á öðru tímabilinu
er það nýskipan í ríkisrekstri og aukin dreifstýring sem byggjast á opinberu eftirliti, sveigjanlegt menntakerfi og við sjáum fyrst hugmyndir styttingu framhaldsskólans sem á að vera fyrir alla og þar sjáum við nýjar námsgreinar eins og lífsleikni og upplýsingatækni. Síðasta tímabilið, þar sjáum við aukna miðstýringu, ný lög 2008 sem koma án fjármagns, áhersla í samfellu í námi og bætta námsárangur, nýtt einingakerfi og grunnþættir og svo aftur ný lög menntun og ráðningar 2019, aftur án fjármagns. Rauða línan þarna neðst, hún lýsir svona þeim hugmyndum kennara sem koma fram á þessum tímabilum. Og þá erum við komin að starfsþróuninni og hér má sjá hvernig viðhorf til starfsþróunar kennara og átakapunktar þróast á þessum sömu tímabilum. Efst má sjá opinber viðhorf, í miðjunni eru það átakapunktarnir og í þeim rauða neðst eru dregin fram viðhorf kennara og eins má sjá að ákvæði kjarasamningum breytast mjög lítið á þessu tímabili. Og þá ætla ég að fjalla örlítið tímabilið í heild og helstu þrástef og þráþagnir. Allt tímabilið frá 1986 til 2019 ber þess merki að stjórnvöld leitast við að fjalla framhaldsskólastigið sem eina heild. Í raun er það þó fremur margþætt og flókið og það sama má segja bakgrunn þeirra sem á því kenna. Eins má sjá að í öllum lögum framhaldsskólastigið er kveðið ríkt á að allir nemendur eigi að finna nám við hæfi innan framhaldsskólastigsins. Allt tímabilið gætir vissra þversagna störf kennara. Innan skólan og meðal kennara fremur lítið á störf kennara sem sérfræðinga í ákveðnum greinum og meðan í stjórnsýslunni fjalla framhaldsskólastigið og þá sem þar kenna á heildstæðan hátt. Í flestum skjölum sem skoðað voru kemur fram traust. Stjórnvöld treysta kennurunum fyrir sínum störfum, hvort sem það eru störf innan skólana eða til að þróa sig í starfi. Hugmyndir að starfsþróun sé hluti af daglegu starfi kennarans sést bregða fyrir allan tíman. Eins kemur fram að starfsþróun sé nauðsynleg en hún er ekki nefnd nema í stefnumótunarskjölum og þær hugmyndir rata aldrei inn í lög og reglugerðir og það er kannski kjarni málsins. Og því tengdu ætla ég að sýna ykkur eina glæru til þess að varpa betur ljósi á það að hugmyndir rata aldrei inn í lög og reglugerðir taldi ég í ganni hversu oft orðin endurmenntun, símenntun og starfsþróun koma fyrir í öllum skjölunum sem voru eins og þið munið 51. Tilgangur þessa var að staðfesta undarlega hljóttur þennan þátt í starfi framhaldsskólakennara þegar stefnumótun sleppir. Eins og sjá má á tölunum er aðeins fjallað starfsþróun kennara í stefnumótun en þegar kemur að skuldbindandi aðgerðum telst hún ekki til lögbunduna verkefna og hana ríkir þögnin ein. Og þá er ég kannski komin að því sem stærsta þögnin ríkir Fjármagn ræður ferðinni bæði hjá opinberum aðilum og hjá kennurunum sjálfum. Aðeins er hugsað starfsþróun við stefnumótun en ekki þegar kemur að fjármögnun. Samtök kennara tala fyrir faglegri forystu og starfsþróun en þegar kemur að þeim þætti í kjarasamningagerðinni er ekki neitt að semja lengur. Sambandið er því margvíslegt og flókið. Eins og fram hefur komið framhaldsskólinn sundurleitur og á sér margs konar rætur og því er erfitt að þróa hann sem heild. Að sama skapi eiga framhaldsskólakennara sér margs konar bakgrunn og gegnum tíðina hefur fagmennska þeirra sem og starfsþróunarmöguleikar einkum tengst kennslugreinum þeirra. Margs konar breytingar hafa samt sem áður orðið á framhaldsskólakerfinu og starfi framhaldsskólakennarans. Tímið rúm til starfsþróunar hefur ekki aukist þrátt fyrir ótal ný viðfangsefni. Og vegna þess að ákvarðanir eru ekki teknar í samráði við þá sem eiga að koma þeim til framkvæmda taka skólarnir við þær á eigin hátt. Vandi stefnumótunar í menntamálum er því sá sami og varðar breytingar á starfsþróun kennara. Stefnumótun er ekki fylgt eftir og ekki hugsað fyrir því að fjármagna breytingarnar.
Og síðast en ekki síst gætir vanmats á störfum kennara, nýjum starfsskildum steypt yfir þá án samráðs og rökstudda með breyttum heimi og ef að þeir fylgja ekki með munu þeir sitja eftir. Og þá loksins komið að svarinu við spurningunni sem sett var fram hér í upphafi. Sambandið milli starfsþróunar framhaldsskólakennara og opinberar stefnu skólaþróun margvíslegt og flókið en fyrst og fremst það allt of lítið og losaralegt.